Góðir fundarmenn, ég vil nú byrja á því að þakka Viðskiptaráði fyrir að skipuleggja þennan fund og bjóða mér að tala hér. En við erum í miðri á hvað þetta allt saman varðar, því að eftir fjármálakrepuna þá stöndum við núna frammi fyrir því verkefni að gera umbætur og uppbyggingu fjármálakerfisins og regluverkinu sem það starfar eftir. Við höfum hafið það verk en því hvergi nærri lokið. En jafnframt því þá þurfum við að bæta úr því sem fór úrskeiðis varðandi áhættuvöktun kerfisins og eftirlit með einstökum hlutum þess. Markmiðið er auðvitað að stuðla að stöðugra fjármálakerfi en ekki endilega algjörlega öruggu fjármálakerfi, enda er það varla til. Nú merkur prófessor og mikill vinur minn, Charles Goodhart, segir stundum að hvaða bjáni sem geti gert bankakerfið nokkurn veginn örugt. Það er bara að hækka eiginfjár og lausafjárkröfur upp úr öllu valdi og banna allt sem virðist hættulegast. Ná, sannleikskornin í þessu hjá honum að minnsta kosti 3. Í fyrsta lagi þá þurfum við fremur betur úthugsaðar reglur sem beinast að kjarnaáhættunnar heldur en meira og þyngra regluverk. Í öðru lagi að þegar ákveðnu öryggi náð geti meira öryggi verið á kostnað virkni og drifkraftskerfisins með neikvæðum afleiðingum fyrir hagvöxt. Í þriðja lagi getur það ekki verið markmið að koma í fullu veg fyrir að fjármálafyrirtæki geta farið á hausinn. Þvert á móti er það hluti af heilbrigðu fjármálakerfi að það geti á sér stað, en þá án þess að það ógni kerfinu í heild eða sendi stóran reikning til skattborgaranna. Í þessu ljósi er það mjög mikilvægt að hönnun nýs regluvers fyrir fjármálakerfið taki mið af sem bestri greiningu á þeirri áhættu sem innbyggð í fjármálakerfi af því tagi sem við höfum byggt upp á Vesturlöndum á undanförnum öldum og á því hvað fór úrskeiðis í þessari síðustu fjármálakreppu. Hér á landi þá þurfum við til viðbótar góða greiningu á séríslenskri áhættu og við verðum að vara okkur á því að taka upp alþjóðlegt eða evrópskt regluverk hugsunarlaust. Fjármálakerfið hefur margs konar hlutverk en þau mikilvægustu að miðla fjárhagslegum sparnaði í fjárfestingar, að stýra og dreifa áhættu til þeirra sem best geta borið hana og vera farvegur greiðslumiðlunar og vettvangur uppgjörs. Þó að bankar séu einar mikilvægustu einingar fjármálakerfisins ekki þar með sagt að þeir þurfi að gegna öllum þessum hlutverkum. Þannig mætti hugsa sér kerfi þar sem að tryggðar innstæður væri í sérstökum bankastofnunum sem mættu ekki fjárfesta í nema tiltölulega auðsýnilegum og traustum eignum og að þær stofnanir væru þá leið megin farvegur greiðslumiðlunar. Annar hluti miðlunarsparnaðar í fjárfestingu færi þá fram í gegnum annars konar fjármálastofnanir eða í beint í gegnum skuldabréfa og hlutabréfamarkaði. En þetta ekki kerfið sem við og flestar ef ekki allar þjóðir höfum haft. Þvert á móti byggðum við upp banka sem gegndu öllum þessum hlutverkum og ýmsum til, svo sem fjárfestingum fyrir eigin reikning og alls kyns skuldsettum veðmálum. Í því fólst bæði styrkleiki og veikleiki. Mér hefur oft gagnast vel að teikna upp stílfært öfgafullt dæmi af því sem bankar gera til að útskýra í hverju áhættan í starfsemi þeirra liggur. Jú, þeir taka við fé frá ótal sparendum og segja þeim að þeir geti fengið á morgun ef þeir vilja og snúa sér síðan við í sömu andrá og afhenda fáum fjárfestum féð til dæmis 5 ára eða lengur. Þetta gera þeir byggt á þeirri reynslu að við venjulegar aðstæður þá það ekki nema brot af innstæðueigendum sem taka féð sitt út á tilteknu degi og þeir sem gera það afhenda það einhverjum öðrum sem síðan leggur það inn í einhvern banka.
Þetta kerfi hefur skilað okkur mjög miklum árangri og ávinningi í fjárfestingu, framförum og hagvexti. Og einhvers staðar las ég að þetta fyrirkomulag átti stóran þátt í því að fjármagna til dæmis iðnbyltinguna miklu í Bretland á sínum tíma. En þetta kerfi felur líka í sér mikla áhættu og hún tvenns konar. Annars vegar þá gæti lánið, þetta 5 ára lán, rýrnaði meðferðum fjárfestana og takið eftir. Framtíðin alltaf óviss og þótt að plönin getur verið góð, þá getur ýmislegt gert á leiðinni. En það getur líka verið vegna þess að þessi fjárfestir þegar hann yfirskuldsettur og ef eitthvað af þessu gerist, þá rýrna eignirnar, eigið fé bankans og þegar það uppurið, þá fer bara bankinn í þrot. Ég líki þessu stundu við að bankinn deyi úr krabbameini og aðdragandinn oft ansi langur. Og eins og ég les reyndar sænsku fjármálakreppuna á sínum tíma að þá var hún að verulegu leyti svona krabbameinskreppa og margar eldri bankaerfileikar sem til dæmis Íslendingar hafa glímt við. En hins vegar, og það hin áhættan, þá gætu innstæðueigendur skyndilega tekið upp á því að missa traust á bankanum og tekið innstæður sínar út í stóru stíl. Og þá kemur að því að bankinn getur ekki án aðstoðar greitt út og lendir þá í þroti af þeim sökum eða þá að hann setur lántímaeignir á brunaútsölu og eigið fé brennur upp. Þessu má líkja við dauða úr hjartaáfalli, enda getur dauðastríðið tekið mjög fljótt af og sjúklingurinn verið ansi hraustur að sjá daginn áður. Nú þið ykkar sem hafið séð Mary Poppins sáu gamaldags bankaáhlaupa þessu tagi sem var með minni rétt tilhæfulaust. En óvarinn banki með mikið tímamisræmi á milli eigna og skulda getur auðveldlega farið í þrot í bankaáhlaupi, jafnvel þó að eignirnar séu þannig séð í fínu lagi. Að vísu gætu aðrir bankar hjálpað upp á sakirnar ef þeir telja bankana öðru leyti með nægt eigið fé og það gerðist oft í slíkum áhlaupum á banka í Bretlandi fyrir daga Englandsbanka sem lánveitandi til þrautavara og í fjármálakreppunni í Bandaríkjunum 1907 sem mjög athyglisverð lesning, það sérstök bók sem eru skrifað hana, en það var í framhaldi henni sem talið var nauðsynlegt að koma Seðlabanka Bandaríkjanna á fót í núverandi formi. En ef áhlaupið á allt bankakerfið, til dæmis vegna þess að það sé rökstuddur og jafnvel réttu grunur að einhverjir bankar sé að farast á krabbameini, en enginn veit hvar skemmdu eplin í körfunni liggja, þá verður vandamálið illráðanlegt. Og þetta yfirleitt einkenni panikar í fjármálakreppu og þetta það sem gerðist hófst reyndar í ágúst 2007. Alþjóðlega mælikvarða. Nú lausnin sem fannst við þessu vandamáli var að nota Seðlabanka sem lánveitandi til þrautavara. Fé sem tekið út úr bönkum streymir yfirleitt til hans og hann getur því veitt því tilbaka gegn traustu veðum svo lengi sem þau eru til staðar. Síðar meir bættu síðan við innlánstryggingar, en slíkt öryggisnet, lánveitandi til þrautavara og innlánstryggingar, skapar freistnivanda og leiðir til of mikillar áhættutöku. Því þarf að koma á regluverki til að hemja þessa áhættutöku og því þarf bankaeftirlit til þess að sjá til þess að því sé fylgt. En bankaeftirlit þróaðist líka innan Seðlabanka hér í gamla daga, þar sem þeir vildu vita hvort einstakir bankar ættu nægt eigið fé til að vera lánsverðir, alveg svo bankar sem að lána okkur vilja vita hverjir eru okkar eignir og hverjir eru okkar tekjur og getum við borgað tilbaka. Þetta kerfi virkaði nokkuð vel langt skeið, ekki síst í þróuðum ríkjum á því tímabili sem fjármagnshreyfingar á milli landa voru minni en síðar varð, að hluta vegna fjármagnshafta og fjármálastarfsemi var miklu einfaldari. En það brást í þessari síðustu fjármálakreppu. Ástæðan meðal annars sú að hluti af fjármálastarfsemi með áhættu undan sögðu tagi slapp út fyrir regluverk og eftirlit og annar hluti slapp út fyrir öryggisnetið. Annars var að ræða starfsemi í svokölluðu skuggabankakerfi þar sem tímaumbreyting eða það sem heitir á ensku maturity transformation átti sér stað án tilheyrandi eiginfjárkrafna og eftirlits og þó svo að móðurfélögin ættu yfirleitt aðgang að lausafæri fyrirgreiðslu Seðlabanka
fól þessi starfsemi í sér lausafjáráhættu sem var að miklu leyti dulin seðlabönkum og eftirlitsaðilum. Hins vegar var að ræða stóraukna bankastarfsemi yfir landamærin með tilheyrandi efnahagsreikninga og lausafjáráhættu í erlendum myntum sem ekki var varin að lausafjárfyrirgreiðslu seðlabanka. Og munið, þegar ég var að tala þetta þarna áðan, að þá streymdi fé til seðlabankans og þá var ég hugsi í lokuðu kerfi, það var engin útlönd og allt var í sömu myntinni og seðlabankin getur gegnt þessu hlutverki í þeirri mynd sem að prentar en leið og að ræða lausafjárvanda í mynd einhvers annars að þá ræður hann ekki við neitt og það kom í ljós hér á landi því að íslensku bankarnir voru auðvitað gott dæmi þetta. Þó að þeir hafa nú reyndar hrjáðst að ýmsu öðru, þeir dóu nú úr hjartaslagi en þegar var farið að kryfja þá kom í ljós að þeir voru nú langt komnir með krabbameini líka, en það er annað mál. Nú, auðvitað brást ýmislegt fleira sem ég hef ekki tíma til að gera grein fyrir hér og vísa þess í stað til greina og ræðna sem ég haldið efnið, svo sem þess að greina minnan í skýrni árið 2009. En nokkur atriði verð ég þó að nefna sem eru mikilvæg varðandi það verkefni að stuðla stöður af fjármálakerfi án þess að kæfa drifkraftin í kerfinu. Sérstaklega þau sem eru mikilvægi fyrir okkur í þessu litlu opna hagkerfi sem við höfum hér á landi. Og þau eru eftirfarandi. Fyrsta lagi var þetta alþjóðlega viðskiptajafnaðar ójafnvægi og Hans Dahlberg kom inn á það áðan, hvernig Kínverjar voru fjármagna umframeyðslu Bandaríkjamanna og svo framvegis, með tilheyrandi fjármagnshreyfingum sem eru óstöðugar og geta verið hættulegar og miklu framboð og ódýru fjármagn á alþjóðlegum vettvangi. Í öðru lagi þjóðhagslegt ójafnvægi hér á landi, viðskiptahallinn, fjármagnsinnstreymið, útlánaþenslan, eignaveðsbóla og eftirfylgjandi sprenging og enn og aftur muniði þeir sem stýra bönkum geta stýrt bönkunum en þeir geta ekki stýrt umhverfið þeirra. Síðan var það EES-regluverkið bankastarfsemi yfir landamærin og fjármagnshreyfingar. Það var meingallað. Þar var óvarin áhætta í efnahagsreikningum banka, sérstaklega með að ríkja með eigin gjaldmiðil. Það var yfirskuldsetning einkageirans sem tengdist ofurbjartsýn á framtíðina og miklu framboði ódýrs fjármagns. Það var skuldsett veðmál og falin eiginfjárvandi. Það var samþjöppun og tenging áhættu og því tengt óheilbrigt samband eiganda við banka. Og síðan var það veikleikar í heildarsýn á áhættukerfinu í heild, meðal annars vegna þess að þeir sem hefðu geta veitt þessa heildarsýn skortuðu upplýsingar til þess að gera það. Og síðan var það að lokum skortur á því sem nú kallast þjóðhagsvarúð, það er að segja notkun varúðartækja eins og eiginfjár- og veðsetningarhlutfalla, með það að markmiði að stuðla að stöðugleika fjármálakerfisins í heild og heildin er hér meira heldur en summa hennar einstökum hluta. Hér snýst málið það að draga úr sveiflumögnun í fjármálakerfinu, hafa semil og sameilir áhættu í smit og tengingar og draga úr neikvæðri gagnverkun á milli fjármálakerfisins og raunhagkerfisins. Ég hef nú að hluta lýst vandanum sem er mikilvægt svo við bregðumst við honum fremur heldur en að búa við nýjum vandamál. En hvað þurfum við þá að gera til að draga úr þessum vanda? Hvernig lítur stöðugra fjármálakerfið út og hvaða regluverk verður í kringu það? Horti greiningarinn hér á undan er ljóst hvert þarf að fara. Við þurfum fjármálakerfi þar sem óvarin áhætta getur ekki ógnað almannagæðum kerfisins, það er að segja tryggðum innstæðum og greiðslumiðlum. Í því efni eru 3 möguleikar. Í fyrsta lagi að ákveðin starfsemi er heila bönnuð eða verulega út úr kerfinu. Í öðru lagi einhvers konar aðskilnaður eða girðingar þannig að hægt sé að verja almannagæðishlutann gegn veðbankanum án þess að skattborgarar fái háa reikning. Í þriðja lagi að taka meira inn í öryggisnetið og jafnvel hækka og bæta eiginfjár- og lausafjárkröfur. Þessar leiðir hafa alla sína kost og galla og mér finnst margt benda til þess að niðurstaðan allavega á alþjóðlegu vettvangi og held ég líka hér verði einhvers konar blanda og það kann að vera skynsamlegt í ljósi óvissunar hvernig einstakar aðgerðir koma til með að virka. Nú þá er þess að geta að þessi vegferð er auðvitað löngu hafin. Á alþjóðlegum vettvangi hefur verið unnið aðgerðaáætlun sem samin var á því sem heitir ensku Financial Stability Board og staðfest að leiðtogum G20 landana og er nú að finna sér farveg gegnum Basel og Brussel og skolað okkar ströndum.
Þar skiptir okkur mest á þessum tímabúti innleiðing Basel III meiri og betri eiginfjár- og lausafjárkröfur og unnið að því verki þessa mundir á vegum stjórnvalda eins og kom fram hjá fjármálaráðherra hér áðan. En þar verðum við aftur að passa okkur á gömlu þýðingar- og tikkaróttunni. Við verðum og þurfum að gera okkar eigin greiningu og okkar áhættu og aðlaga innleiðingu og viðbætur á grundvelli þess. Seðlabankinn hefur fyrir sitt leyti reynt að leggja til þess, meðal annars með ritinu varúðarreglur eftir fjármagnshöft, þar sem hann fer yfir þær takmarkanir á gjaldeyrisáhættu í efnahagsreikningum fjármálastofnana og óvarinna innlendra aðila sem hann telur að þurfa að vera til staðar eftir að fjármagnshöftum hefur verið lyft. Útfærslan eftir, en mér sýnist að það regluverk sem þar lagt til, ef það hefði verið við lýði í aðdraganda fjármálakreppunnar, þá hefði í íslenskum bönkunum ekki verið mögulegt að verða eins stórir og raun var á, nema þá kannski í gegnum dótturfélög erlendis, sem hefði þá verið áhættuminna fyrir Ísland, og hinn mikla óvarða lausafjáráhætta í erlendum myntum hefði verið mun minni ef einhver. Það hefur einnig verið merkt gert, og að því að vera að tala þennan alþjóðavettvang hér á landi, óháð alþjóðlegu regluverki, þannig var snemma bætt úr ýmsu sem augljóstast var varðandi regluverk og eftirlit með einstökum fjármálastofnunum, að því sé að hér fyrirverandi efnahags- og viðskiptaráðherra í salnum og var snemma á hans tíð sem það var gert og svo framvegis. En það margt eftir, ekki síst það að ljúka við stofnanabyggingu þjóðhagsvarúðar og taka ákvarðanir varðandi það í hvaða mæli og hvernig viljum við setja girðingar utan almannagæðin í kerfinu. Hvað það síðastnefnda varðar, þá getum við reynda að leyft okkur að taka meiri tíma umræðuna, sjá eitthvað lengur til, hvert alþjóðlega þróun leiðir, því að okkar bankakerfi í augnablikinu einfalt, með góða eiginfjár- og lausafjárstöðu og varið bak við fjármagnshöft, en vonandi stendur það ekki of lengi. Ég ætla ekki að rekja þennan þráð lengur, en spyrja þess í stað í lokin hvernig endurskapað stöður af fjármálakerfi geti lítið út, og þá hef ég í huga Ísland. Það verður auðvitað minna og einfaldara en fyrir hrun. Þann mun einbeita sér meira kjarnastarfsemi banka, að miðla vel á milli sparnaðar og fjárfestinga, og þá skulum við hafa í huga að einn helsti styrkleiki banka einmitt að fylgja eftir lánasamningum og eiga við ósamhverfar upplýsingar og glíma við þetta tímamisræmi sem ég var að tala svo lengi sem það fer ekki út fyrir ákveðið mörk. Takk fyrir.